Þá höldum við áfram óvissuferð okkur Húnaþing vestra þar sem 3 lið keppa sín á milli í fjölbreyttum þrautum þar til 1 lið stendur uppi sem sigurvegari. Og ég held að sé óhætt að segja að einmitt í þessum þætti þá sé óvissan meiri en nokkru sinni. Við skulum byrja á því að kynnast keppendum eilítið sem eru að þessu sinni skemmtilegir, hressir og mjög ólíkir. Ég heiti Ketill, ég á 4 börn og ég vinn við landanir. Áhugamálin eru, ég hlusta á mjög mikið að sci-fi bókum og svona. Ég er mjög gaman að því. Ég heiti Sigríður Ásný Sólarljós Ketilsdóttir og er móðir hans. Ég er að vinna mikið við að taka fólki meðferðir og má eiginlega kalla mig kannski seiðkonu. Það er eiginlega mörguleyti áhugamálið mitt líka og áhugamálið mitt líka er eiginlega að vinna í sjálfri mér. Ég heiti Aðalheiður Alfreðsdóttir og er 24 og er frá Akureyri og var að útskrifast úr sjávarútvegsfræðinni á Háskólanum á Akureyri. Við erum frá Akureyri en maður var lengi úti á 14 ára í Þýskalandi, þannig við teljum okkur vera með þýska stáliðinni í keppninni. Já, ég heiti Andri og er 19, líka úr Akureyri, litli bróðir hennar. Ég er nemandi í framhaldsskóla á Laugum. Já, var 15 ári í Þýskalandi og já, eiginlega bara meira þjóðveri en Íslandingur. Högni heiti ég, kem frá Stykkishólmi. Mín helstu áhugamál eru golf og hestar og svona eiginlega allt sem tengist íþróttum. Ég vinn hjá Stykkishólmsbæ, verkstjóri á Áhaldósi Stykkishólmsbæjar, 44 ára, 2 barna faðir, á 2 yndislegar stúlkur með þessari fallegu konu, kærustunni minni. Þetta er svona það helsta. Ég heiti Íris Huld Sigurbjörnsdóttir og er líka frá Stykkishólmi, samt fædd og uppalin í Reykjavík. Flutti 12 ára í Hólminn. Ég er fjármálastjóri hjá Mars sjávarafurðum í Stykkishólmi sem er fyrirtæki sem flytur út fisk. Og á náttúrulega stelpunar okkar 2 með honum og græddum með þeim 2 yndislega tengdasyni. Mjög heppin með eintökin þar. Og erum svo heppin að eiga orðið 1 barnabarn, hana Arndísi Iður sem verður 1,5 árs í næsta mánuði. Jæja, þá erum við að fara að hefja leikinn og við byrjum hérna í Ólafslundi, rétt hjá Húnaþingi vestra, en þangað er förinni heitið. Ég ætla að byrja á því að kynna ykkur myndavélaleikinn. Myndavélaleikurinn fer þannig fram að þið fáið blöð núna. Á þeim eru lýsingar á hvers konar myndir þið eigið að taka, til dæmis frumlegur skúlptúr eða gulur bíll eða frumleg selfie og þetta með þið taka hvenær sem er í keppninni. En hins vegar ætlum við að byrja hérna og þið sjáu línurnar sem eru hérna. Ég ætla að spyrja ykkur spurninga og þegar þið náið réttu svari þá takið þið eina línu fram. Ef þið svarið vitlaust þá verðið að fara tilbaka. Fyrsta liðið til að koma til mín fær fyrstu vísbendinguna í leiknum sem ég er með hér. Hinar 2 vísbendingarnar eru faldar í skóginum. Eru þið tilbúin? Já. Og þá byrjum við. Við hvaða flóa stendur Húnaþing vestra? Húnaflóa. Rétt. Það hófst það náttúrulega á mjög ósanngjarnri spurningakeppni. Á ástnum milli Vesturhóps og Víðidals er klettaborg í 177 metra yfir sjávarmáli. Svæðið... Já? Borgarvirki. Rétt. Spurningar úr héraði. Við komum úr öðrum landshluta, þekkjum ekkert til. Gengum hérna fram og aftur. Sódómur. Nei. Yey! Gárungarnir kalla hann Blas Moppa, en sjálfur hefur hann kosið að kalla sig Blas Rokka. Eftir Eyvindarsson. Já, rétt. Pass. Pass. Er þetta nafnum fleiri? Nei. Íri. Í Hrútafirði eru reknar skólabúðir. Hvað kallast þær? Gjörðu svo vel. Rétt. Þá eru þið komið fyrstu vísbendingu og megið bara láta vaða. Spurningakeppni var þar, já. Já, mamma rúllaði henni upp og við komumst mjög snemma á stað.
Þegar liðin kláruðu spurningaþrautina fengu þau fyrstu vísbendingu af nokkrum sem áttu eftir að leiða þau á ýmsa staði í Húnaþingi vestra. En í fyrstu vísbendingu var spurt hlut. Við 3. mánuð kennd hún sést hún gjarnan neðan við nef, að halda sér á henni æstum ber 4 slíkar í bílnum hef. Það sko 3. mánuði, mars. Mottumars. Motta. Drullusokkur, svona mottu. Já, það eru golfmottu líka. Að halda sér á henni æstum ber. Æstum. Halda sér á mottunni. Þetta motta. Já. Hvað er það þá að gera? Hvaða dýr má finna í skjaldarmerki Húnaþings vestra og hversu mörg eru dýrin? Motta. Hvað er motta? Það er bara ein tegund af dýrum. Selir 3. Nei. Fyrsta þrautin þannig sem var nú spurningakeppni. Það er nú hægt að segja að okkur gekk ekkert rosalega vel. Nei, ekki beint. Selir 2. Nei. Það eru ísbirnir eða húnar og þeir eru 2. Hérna. Ég einhvern veginn lét innsæði ráða og dróða með mér í eitthvað. Og það var að finna hérna undir einhverju mottu, einhverja vísbendingu þar. It's a great place to overnight, especially if you're keen on horse riding. Other activity include bird watching, dog sneaking og massage. Í þessum áfanga hittið þið Önnu. Já, við förum bara til Önnu. Þetta er einhver staður sem maður gistir á. Já, ég er bara að pæla. Hlynur er 30 og atvinnulaus, býr hjá móður sinni, hangir á netinu og horfir á klám. Fjör færist í leikinn þegar hann kemst í kynni við sér mun eldri konu. Í hvaða kvikmynd segir frá þessu öllu? Ég man ekki alveg. Verbúður. Nei. 101 Reykjavík. Það var ekki nóg gott. Það var svona aðlefni var eitthvað íslensk tónlist og saga og bara pólitík, eða svona eitthvað sem að við erum kannski ekkert búin að fylgjast náttúrulega mikið með eftir að búa svona lengi úti. Hvað heitir lagið sem Ingibjörg Stefánsdóttir söng í Eurovision árið 1993? Já. Pass. Nei. Pass. Þá veistu svarið, heitir það. Kannski ekki beint samið ykkur. Nei, ég held ekki alveg. Þetta er einhver staður sem maður gifstir á. Já. Og sérstaklega, þú veist, á hestum. Og það er hægt að fara að skoða fuglaskoðun, Smál hundasleðar. hrafnasafn. Já, hvað er það? Ég hef ákveðið að það sé í lagi að googla. Annars fæ ég refsing. Hrafnamissur? Nei, sjáðu. Á lóni hvað þetta segir. Þá náttúrulega bara að googla í þessu setningu og finna út hvað þetta er. Ok. Fuglaskoðun. Raven Museum. Gauksmýri. Hefur þú fór Gauksmýri? Even a small... Já, það eru Gauksmýri. Hvert fáum við ekki að keyra okkur? Þurfum við að húka far? Í hvað áttu það? Þangað. Og það er nú svolítið smotti. Komum þá. Við húkum bara far. Já, og húka okkur far? Já. Aðeins. Ég er að geta svo svarið það. Og hvað eru hinir? Hvaða stór afmæli fögnuðu Simpsons þættirnir í árslok 2009? 20. Já. Yes. Það er rétt. Frá hvaða fallega bæ er söngvarinn Friðrik Ómar ættaður? Dalvík. Já. Rétt. Þess. Þetta er að koma. Já. Það býður eftir okkur. Ís. Ef ekki bara labba af stað? Það tekur okkur 6 klukkutíma að labba.
46 mínútur á bíl. Þetta sé rétt sem við erum að fara. Já. Please. Hann er æði og Pétur og Úlfarnir sungu hann vinsælt lag sem hljómsveitin 60s tók síðar upp á arma sína. Hann heitir Stjáni, en við hvaða hljóðfæri er hann kenndur? Saxofón. Yes! Lady Gaga. Já. Það er Ragnar Bragason. Já. Melanie Griffith. Gjörðu svo vel. Vá! Þetta átt er ykkar vísbending. En þetta hafðist hjá okkur. Já. Egilsstaðir. Já. Finally! Ykkar vísbending er þetta. Það enda því að við vorum seinust á stað að finna fyrstu vísbendinguna. Þannig við tökum svolítið tíma þar. Hálfur þátturinn verður bara spurningakeppni. Please! Please! Já. Æ, við erum með óvissu þær og þurfum að komast í Gauksmýri. Ó, snillingur, æði. Snill. Yes! Já. Herðu, þetta er æði. Spennið og beltinn. Já, Já, auðvitað. þarna beltinn. Hann Pétur keyrði okkur og Pétur var þess aðnjótandi að hann var sem sagt Er 8 ára nemandi. metur. Hann var nemandi hjá eigundum Gauksmýri og sagði okkur ýmislegt þau á leiðinni. Ég beði heilsa Gauksmýri, sko. Það er svo skilja því. Við erum eins og svart og hvít þegar kemur að alls konar svona. Vísindalegum hlutum. Já. Honum finnst að þurfa að, sko, hafa allt vísindalega sannað. Þú veist, þó það sé ekki hægt að sanna allt vísindalega, þá bara trúar hann ekki á það nema að sé vísindalega sannað. Og ég er aftur á móti trúi á hluti sem að kannski er ekki hægt að sjá. Já, þá fáum við sko að hrafna þessu. Já, má ég sjá það. Þú er svona erfins. Passa sig. Og svo. Við höfum að covera svæði. Já, byrja þú að fara þarna. Ok. Nei, það er á bíl ekki hér. Hann lítur eitthvað aðeins þar. Já, sæl. En við þetta glögg. Og segir það. Finnum hann að fyrstu vísbendingu. Þarna. Andri, hérna. Já. Yey! Þriðja mánuð kennd hún er. Sést hún gjarnan neðan við nef að halda sér á henni æstum ber 4 slíkar í bílnum hef. Já. Fjórar slíkar í bílnum hef. Við þriðja mánuð kennd hún er. Það er Mars. Já. Þannig að fyrir bara Mars. Sést hún gjarnan neðan við nef. Mottan. Motta. 4 slíkar í bílnum hef. Er ekkert undum... Ok, það er búið að taka mottunni hinum meginn. Andri, Já. 4 hurðir. 4 hurðir, já. Nei, þetta er bara rusl. Þetta er bara rusl. Góð. Já, sæl. Mottur. Það er bara þetta hana. Lonely Planet segir, it's a great place to overnight, especially if you're keen on horse riding. Other activities include birdwatching, dog sledding in winter and massage. There's even a small raven museum. Þá lendum við í smá vandræðum. Þýðingar vandræðum. Við erum að leita að áfangastað sem er sem sagt gisting
hestaleiga og fuglaskoðun, sleðaferðir og nudd og það er meira að segja lítið refasafn. Hestaleiga, fuglaskoðun og lítið refasafn. Fyrirgefðu, þekkið þið eitthvað til hérna á svæðinu? Ekki drosa mikið. Við vitið ekkert hérna hestaleigu og refasafn hérna nálægt? Refasafn. Og ég er náttúrulega hleypa þarna nærliggjandi bæ, ég er búinn að hlaupa hérna hálft héraðið. Vita þau eitthvað? Nei, þau kannast ekki við þetta. Ég veit ekki til þess að sé nokkur staðar refir. Nei. Högni! Það vissi enginn um neitt refasafn. Fyrirgefið, vitið þið eitthvað hérna hvort það sé eitthvað svona lítið refasafn hérna á svæðinu? Þegar það kemur síðan í ljós að reyfendi er hrafn en ekki refur. Við klippum þetta. Já. Já. Keldudalur, góðan daginn, eru þið með hrafnasafn og svona hjá ykkur? Já. Veistu hvað það getur verið? Ég held að maður svolítið lengi á hesti hérna. Horse rental. Gott að já, ekki staðar. Herðu, Gangi ykkur vel, til sigur, til treysti á okkur. Já, það er ekki Pétur. Pétur. Sæll. Kemur. Afsakið, má ég spyrja þig? Ég veist sem eitthvað gistiheimili. Það gistiheimili, það er hérna á Hofi bara, inn í Vastarpu, það er nokkuð langt samt. Ok, takk fyrir það. Það var lítið. Þannig við vorum í góðan tíma fyrst hana. Já. Þangað til að hún loksins byrjum bara að googla textan og fundum hann bara á Lonely Planet bara strax hvað þetta væri og Gauksmýri, hvað er anskotanum það? Og svo byrjaði að reyna að fá einhvern til að taka sig með, vera að húka far og Jéhú! Stopp! Það er enginn að stoppa hérna. Eru þið nokkuð í að keyra í áttina Hvammstangi? Ekki. Yes! Þetta er bara við þjóðveginn. Við erum þá allan ekki síðastir. Yes! Gauksmýri er sveitasetur í Húnaþingi vestra, miðja vegu milli Akureyrar og Reykjavíkur. Þar er lögð áhersla á náttúru og hestatengda ferðaþjónustu, boðið upp á gistingu, auk þess sem þar er að finna góða veitingaaðstöðu. Á Gauksmýri þurftu liðin að klára ratleik sem starfsfólkið á Gauksmýri hefur búið til við tækifæri sem þessi. Þau þurftu sem sagt að klára ratleikinn og skila niðurstöðunum til starfsfólks áður en lengra var haldið og þau fengu næstu vísbendingu. Sæl. Herru, blað hérna. Og réttur og þið farið bara eftir þessu löpunum. Ha, séu. Við þurfum ekki að hlaupa yngar, ég er með. Og það er tekníkar hérna fyrir ástæðinga. Ok, á svæðinu. I'm the man with the map. Nei, þið safnið ekki hröfnum, ekki lítið hrafnasafn. Ha? Nei. Já. Heyrðu, þá horfum við í góðum málum. Takk fyrir þetta. Já, bless. Það er ekki hrafnasafn, þarna Íris. Er þetta Gauksmýri? Já. Sem hún varst að tala við. Er það? Já. Ok. Við þurfum að koma okkur þangað bara. Gauksmýri? Hvar er Gauksmýri? Ha? Hvar er Gauksmýri? Er hún ekki þangað eitthvað? Ég veit það ekki. Ég held það. Eru þið ekki bara stutt hérna frá? Getum við ekki hlaupið eða? Ég veit það ekki. Keyra myndatökumanninn út? Já. Hvernig væri það? Taka það. Og við ætlum að hlaupa á stað. Þá lendum við aftur í vandræðum. Myndatökumaðurinn þjáist af svakalegum hlaupasting. Please. Högni, komdu. Hæ. Geturðu skuttlað okkur að Gauksmýri? Örugglega. Vá, hvað frábær. Svo fengum við far hjá yndislegri konu og ungri stúlku sem að skuttluðu okkur í gegnum beljandi rigningu. Þau eru ábyggilega komin langt á undan okkur.
Mjög. Heldur það? Það eru 2 lið á undan okkur. En þú heldur okkur, eða ekki? Já. Við erum saman í liði. Við erum saman í bíl. Interesting. Hvað eru margir hestar til á Gauksir? Hvað eru margar, já, og hvað eru margar grænar hestarstígur í hesthúsinu? How many horses are here? Hér er engin græn. 100%. Thank you. Er nokkra þarna inni, Ketill? Stígur? Það er bara hérna inni. Bara hérna. Hvað er það mikið? 14. Ok. Það eru 14 stígur og 120 hestar. Cirka. Við erum að fara núna að... Lömpum hérna og semjum ljóða með hann. Og... Sigg og Gunna? Nei, 2. Sigga og Jói eru algjörir gaukar. Þau hættu að kenna... Eitthvað, skilurðu? Já, það er spurning hvort þið erum með stölu höfumstöðum eða bara ljóð. Já, við gerum bara Abstrakt ljóð sem við erum búin til. Hættum að kenna og... Við vorum búin að finna 2. Hvað stendur með 2? Já, við erum að gera það núna á leiðinni á 2. Við erum bara tíma. Vonandi náðu að fóru hinir í villis á. Já. Já, nákvæmlega. Það var alveg leið, takk fyrir það. Takk æðislega fyrir. Herru, takk fyrir það. Já, góð ferð. Góða ferð. Góðan daginn. Hvað er það, systkinin? Systkinin? Systkinin. Það er hérna. Gjörsveður og hérna og svo leiðbeiningar á staðnum hérna fyrir aftan. Ok. Það er bara strax í næsta leik. Það er í hesthúsi. Hesthúsi. Það er eitthvað hana. Ég sé ekki neitt. Kíktu hana upp á. Það er eitthvað. Nei, það er hesthúsið hérna inni. Strax sem glerhúsið. Já, núna skil ég. Hvar eru við? 4, 8, 12. 8, 6. 14. Hæ? Þetta er 8. Það er 6. Já, 14. Fyrir ekki. Herru, þá þurfum við að fara á einnig hliða íbúðarhús. Á ég halda fram með eitthvað sem ég var að byrja að ráða? Já, hvað sagðir ráðan? Ég sagði Sigga og Jói eru algjörir gaukar. Já, en er það fallegt? Ok, við getum verið inn í 2 daga og sami fallegt ljóð, sko. Já, við erum að semja fallegt, það stendur við En við ætlum ekki verið inn í 2 daga. Nei, við getum samið fallegt. Já, ok. Á Gauksstaðabúi. Þau ástfangin stjórna hestum og búi. Gisting, hrafnar og matur og fjör. Hættu að kenna börnum í skóla. Nei, hættu að kenna... Það er fjör, sko. Það er að halda smá rím í, sko. Já, við erum ekki rím hérna. Búi, fjör, smjör, kjör. Hættu að kenna og bættu sín kjör. Já, það er geðið. Hættu að kenna og bættu sín kjör. Nei, við hafa það hérna. Og Já. ferðamenn og... Þetta er frábært ljóð. En það vantar línu. Þetta voru 6 línur. Hámark 6 línur, takk fyrir. Hámark 6 línur, ok. Þá förum við bara næsta stað. Já. Hvað eru margar snúrur á snúrustörn? Þetta er ekki, aha. Snúrur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Á snúrustörnum. Staurunum, 6. Já, og það er ekki jafn margir hinn með því það vantar hérna. 11. Ef við ekki að segja að hún sé slitin út af hún það er 11 þá. Það var svona alls konar þrautir sem þú varst að gera. Það er að semja ljóð og við náttúrulega bæði ekkert rosalega góða íslensku, þannig við skrifum bara þýsku. Gebucht. Nein, fint. Nach Gauksmir haben wir lang gesucht. Dort hatte ein Führer uns ein Zimmer gebucht. Und in was? Johann Sigga haben uns in Empfang genommen. Als wir nach langer Reise gekommen. Hámarkshellin.
Vona að einhver skilur þýsku í dómnefndinni. Horfðu í átt að fuglaskoðunarhúsinu, þar stórt vatn. Hvað heitir þetta vatn? Þetta hann. Hvað fuglaskoðunarhúsið? Þarna litli guli kofinn hérna. En þetta miklu stærra vatn. Ja. Hver eru reglunar í þessu? Bannað að svindla. Bannað að svindla. Hvað ég ætla að klósti? Alveg verið að búin með þetta. Það passar blaðið, sko. Hvað sjáum við stórt og mikið vatn? Hvað heitir þetta vatn? Gauksmýra tjörn. Hvað heitir elsti hesturinn á Gauksmýr og hvað er hann gamall? Topar. T-O-P-A-R. Segðu mér það, James. Gamlar hænur hafa inni skó. Mæðginin voru fyrst til þess að yfirgefa Gauksmýri. Gjörðu svo. Takk. Takk fyrir. Takk. Þegar þau fóru, mættu þau parinu sem rak lestina í þessum legg keppninnar. Já, gerðu á þau. Við fylgjumst áfram með spennandi keppni í næsta þætti af óvissuferð í Húnaþingi vestra, næsta fimmtudag klukkan 18:30 hér á N4. Góðan daginn. Anna. Herru, það er Kristín núna. Kristín? Kristín? Nei, við áttum að heyra í Önnu. Þetta er þá svindl, eða ekki? Hún var bara hérna í líða. Vorum við svona rosalega lengi eða? Fyrir svo. Takk.